Það Samsung Mobile á Íslandi sem færir þér spursmál. Veldu frelsi með Samsung. Komið sæl og velkomin í spursmál, föstudaginn 19. janúar 2024. Við vöknuðum upp við vondan draum enn eina ferðina í Grindavík sunnudaginn síðasta þegar aftur byrjaði að gjósa í nágrenni bæjarins og svo síðar daginn nánast inn í bænum sjálfum. Gríðarleg eyðilegging blasir við, en kannski það svo eyðilegging sem ekki sést á yfirborðinu sem veldur fólki mestum ugg þessa dagana. Það verið að reyna að vinna úr þessum málum hratt og vel og það mikið þrýstingur á stjórnvöld að koma málum með afgerandi hætti. Það mun taka tíma að greiða úr þessu, en það skiptir gríðarlegu máli fyrir þau 3800 sem lentu í þessum atburðum öllum saman og hafa raunar verið í þeim miðjum síðustu mánuði að lausn finnist fljótt og vel. Við ætlum hér síðar í þættinum að ræða við stjórnarformann Náttúruhamfaratryggingar Íslands og fara yfir það hvernig sá sjóður getur lagt sitt af mörkum, en einnig hvað aðrir þurfa að gera til þess að þetta mál fái farsælan endi. Fyrr í vikunni lét Dagur B. Eggertsson borgarstjóri af embætti eftir 10 ára dvöl í Ráðhúsinu í Reykjavík. Einar Þorsteinsson tekinn við á honum, fyrsti framsóknarmaðurinn til þess að gegna þessu háa og mikla embætti. Dagur B. Eggertsson mætti í mikið drottningarviðtal í Silfrinu og fór þar yfir sinn feril og mærði hann að sjálfsögðu í bak og fyrir. En það merkilega var að núna lýsir hann því yfir að hann sé farin að líta í kringum sig, jafnvel þó hann hafi nýtekið við embætti formanns borgarráðs sem talið eitt allra valdamesta embætti í landinu. Maður spyr sig út í trúnaðinn og tryggðina milli þessara tveggja. Einar vann kosningasigur en lét degi embættið eftir í alla þessa mánuði, en nú þegar Einar kominn á valdastól þá virðist Dagur ekki vera eins bundinn af því að sinna sínum skyldum gagnvart borginni áður. Það verður fróðlegt að sjá hvort að Dagur muni sitja út kjörtímabilið eða hvort hann sé á leiðinni í framboð. Þingið muni auðvitað endurnýjast í kosningum í síðasta lagi 2025 og margir halda að Dagur verði þar í forystusveitinni. Það kemur allt í ljós. En svo það vinnudeilurnar. Okkur var talin trú það hér milli jól og nýjárs að Samtök atvinnulífsins og breiðfylking ASÍ-félagana væri við það að ná saman og stjórnvöld voru teymd að borðinu og þau látin gefa loforð það að greiða inn í kerfið 25 til kannski 50 milljarð á ársgrundvelli til þess að samningar gætu náðst. Í gær kom svo í ljós að það stendur ekki steinn yfir steini og það átti eftir að fara yfir öll flóknu úrlausnarefnin sem að leiða að lokum til þess að samningar nást. Það greinilega mjög langt í land og ósennilegt að samningar náist áður en að þeir renna sitt skeið, þar að segja þeir samningar sem að nú eru undir lok síns tíma og það verður fróðlegt að sjá hvernig þessi mál þróast á komandi vikum. Það verður að segja þess að þetta ekki mjög geðsleg mynd sem að dregin upp af stöðunni núna þegar að samfélagið að berjast við þetta stóra máli í Grindavík, þar sem 1% Íslendinga í raun og veru flóttamenn í eigin landi. Ég fæ hingað til mín í settið eftir örskamma stund Ólöfu Skaftadóttur sem fjölmiðlamaður og laxveiðibóndi og Björn Ingar Hrafnsson, fjölmiðlamann með meiru. Þau verða hér innan nokkurra sekúndna. Herragarðurinn klæðir þig vel. Þær eru komnar aftur. Jarðarberja og bananasprengjur eru klassískar gleðisprengjur sem hitta alltaf beint í mark. Aðeins í takmarkaðan tíma. Nói Sirius. Lífið snýst auðvitað fólkið sem í því. Bara fyrst og fremst að vera til, anda og bara gefa af sér til samfélagsins. Ísland paradís á ótrúlega marga mælikvarða þótt að megi auðvitað bæta fullt. Við berum öll ábyrgð á því að enginn líði skort. Það sem við höfum milli handana hefur auðvitað áhrif á það hvernig við drögum fram lífið. Stærsta kjarabótin fyrir mitt heimili núna væri vaxtalækkun. Lækkunum bara 1% stig. Það væri strax hellingur. Við erum öll í sama liði. Við erum samtaka aukna hagsæld. 1.
Velkomin aftur að skjánum. Hingað eru komið til mín í settið þau Ólöf Skaftadóttir, fjölmiðlamaður og Björn Ingi Hrafnsson sem líka fjölmiðlamaður. Þannig að þetta dálítið kannski einhæfur hópur þegar við sitjum hér 3 í dag. Komið sæl. Sælir. Það nú margt að ræða á þessum föstudegi. Það ekki gúrka í pólitíkinni eða samfélagsmálunum almennt. Mér langar til að dusta eins ríkið að máli sem var hér mjög fyrirferðarmikið í síðustu viku og það varðar ríkisstjórnarsamstarfi og stöðu Svandísar Svavarsdóttur. Hafið þið einhverjar fréttir af því hvernig staðan á stjórnarheimilinu? Já, ég meina stjórnarandstaðan í rauninni setti, ef við getum notað bara sletta eins og sagt, sko, málið var sett á pásu, en það ekki farið neitt. Það út af Grindavík? Já, út af Grindavík og sem ég held að sjálfsög hafi verið bara eina vitið, en málið algjörlega óleist ennþá og sami titringurinn í rauninni á bakutjöldin. Sjálfstæðismenn hafa komið því áleiðis til Vinstri grænna og hluti Framsóknarflokksins að það verði að gerast breytingar til þess að koma í veg fyrir að það sé hægt að leggja fram vantrauststillögu, þannig að einstakir stjórnarþingmenn þurfi ekki að gera þau fyrst í hvort þeir verjana falli. En það hefur bara ekkert heyrst í Svandísi, hún hefur ekki komið með nein svona viðbrögð við þessu. Nema náttúrulega þau að þegar álit umboðsmanns kom þá náttúrulega sagði hann bara að lögin væri úrelt og hún vildi ekki fylgja þeim. Ég svona dálítið hrifin af því átlúki á lífið, sko. Ég væri til í að velja svona 2 lög sem ég mætti bara svona velja að fara ekki eftir. Getur maður bara að logga sér á Ísland.is og hakkað í Absolutt. Hvaða lög það væru? Mér finnst það alltaf skemmtileg pæling. Tekið fyrir oflaðan akstur og segja bara nei. Þessi lög henda mér ekki. Þetta fór mjög öfugt ofan í mjög marga. Hvernig hún í raun og veru tæklaði þetta í fyrstu viðbrögðum? Já, þess vegna held ég að formaður Vinstri grænna hafi nú komið hérna og lagt svona 18 sinnum áherslu á það að þetta yrði rýnt betur. Sem er eitt af því sem þessi ríkisstjórn gerir, treður marfaðan þegar hún að reyna að velta fyrir sig hvað best sé að gera. Þingið kemur saman á næstu viku. Já, byrjun næstu viku. Er líkur til þess að þið setji vantrausti fram þá eða munum menn gefa stjórninni eitthvað svigrúm til þess að setja einhvers konar neyðarlög eða lög varðandi stöðunni Grindavík? Þetta mun bíða og vantraust hefur einhvers konar forgang í þinginu? Jú, bara leið og hefur lagt fram þá ber að taka það strax til afgreiðslu en þetta mun bíða en ríkisstjórnin þetta bara ekki sterkar en svo að það þó einhver pappír í vasanum á Sigmundi Davíð og Ingu Sæland sem getur sett allt í uppnám en að sjálfsögðu mun Grindavík hafa forgang en þar beinast spjótin aftur að ríkisstjórninni og við þessar erfiðu aðstæður í þessu stjórnarsamstarfi sem við höfum öll séð þá erfitt að taka stórar ákvarðanir og ég verð að virða ríkisstjórninni það til vorkunnar að þetta Grindavíkurmál náttúrulega ekkert smá mál. Þetta er bara eitt stærsta mál sem nokkur stjórn hefur staðið frammi. Og það ekkert auðvelt að standa frammi fyrir því. En þá einmitt ekstra vont að vera ákvarðanafælin og maður hefur séð það að þegar þau eru að tala það að það verður að skoða þetta vandlega og vanda sig og svoleiðis að það ekki víst að Grindvíkingar hafi mjög mikla þolinmæði fyrir því. Ég tók eftir því að Sigurður Ingi sagði í viðtölum í gær að það væri ekki hægt að slá bæ af eftir 4 daga. Þá voru íbúarnir sem bent á að það eru 4 ár síðan að byrjaði alltaf að hristast og nötra og fólk búið að vera núna í nokkra mánuði meira og minna flóttamenn. Þannig að þetta var auðvitað ekki að gerast en helgina auðvitað ákveðin vatnaskil. En það kannski annað varðandi ríkisstjórnina svona hvernig þau vilja tækla erfið mál. Að það verið að tala það núna svona á baku tjöldin að kannski verði málefni hvala tekin af matvælaráðuneytinu og það verði niðurstaða. Að það sé málamiðlunin sem að menn getur sætt sig við, að menn einhverju að trúa því að það sé lausn í máluna? Mér finnst það bara svona vera eitthvað sem svona í stíl þessar ríkisstjórnar að fara í einhverju svona mjög kreatífa lausnir til þess að reyna að viðhalda einhverju samstarfi sem sumir segja að sé löngu dautt sko. Og ég meina það kemur mér alls ekki óvart ef við myndum bara taka einmitt þennan eina málaflokk og skutlunum til Guðlaugs Þórs eða einhvert þar sem hann geti mögulega átt heima. Ég meina það hefur verið mikið í umræðinni að það verði svona ráðherraskipti eins og Bjarni gerði þegar umboðsmaður skilaði áliti bankasöluna. Ég veit samt ekki, það nóg? Þú veist, eru önugheitin innan hús ekki orðin bara það mikil að þetta svona farið að
Myndi það tappa nægilega af þrýstingnum? Já, þá ættu að segja ef að til dæmis Guðmundur Ingi og Svandís myndu hafa stóraskipti? Já, ég bara spyr sko, hvað heldur þú? Ég held ekki, en ég held kannski að Grindavíkurmáli geti lengt líf ríkisstjórnarinnar eitthvað. Það alltaf einhver náttúruvá sem að lengir líf ríkisstjórnarinnar. Já, og þau bentu daginn á að það væri nú að í gangi mikilvægar samningaviðræður nýja þjóðarsátt sem að væri auðvitað nauðsynlegt fyrir ríkisstjórnar fylgi og hlaði. Nú er það einhverju uppnámi og það er spurning hvað verður til þess að framlengja þetta líf, en hún er lifandi dauð. Og það, ef þú talar bara við ráðherra í einkasamtölum, þá segja þeir það. Það er engin stemning lengur, það vita það allir. Og þetta er bara spurning hvernig þessu verður undið fram, hvaða ákvarðanir þarf að taka, og þá er meira sig orðið erfitt fyrir þau að vísa til hluta eins og Grindavíkur og kjarasamningana, vegna þess að það er engir stjórnarandstöðuflokkar sem er að fara að standa í vegi fyrir því. Starfsstjórn getur alveg tekið þær ákvarðanir sem þarf. Þjóðin stendur með Grindvíkingum í þessu. Auðvitað eru einhverjar útfærslur sem þarf að ræða, en í stóra samhenginu stöndum við með Grindvíkingum. Já, það er meirihluti í þinginu fyrir þessum stóru málum sem við stöndum frammi fyrir. Það er ekkert sem segir að þessi ríkisstjórn þurfi að klára það. Og það er líka bara einu málin sem hafa klárast í nokkur misseri í þinginu. Það eru EES-mál eða þverpólitísk mál. Önnur eru stopp. Komast annarkvort ekki gegnum ríkisstjórn eða þingi. En nú er stjórnin búin að sýna á spilin í sambandi við kjaraviðræðurnar. Það er búið að gefa svona einhvers konar fyrirheit eða lofvörð inn á borði hjá samningsaðilum. Svo vöknum við bara fyrir vondan draum núna í þessari viku og það er engin samningar á borðinu og það er ekki sem bendir til þess að menn sé að ná saman á næstunni. Nei, en mér fannst samt þessar yfirlýsingar í fjölmiðlum frá Verkó í gær svona kannski pínulítið eins og þau söknuðu bara sviðsljósins og vegna þess að það var ekkert inn í þessu sko. Þetta var djörf fyrirsögn maður hélt einhvern veginn að Samtök atvinnulífsins væri bara að labba frá borði, svo las maður innihaldið og þá var nú ekkert slíkt á döfunni sko. Það er í rauninni ekkert nýtt, ég meina það er bara einhver ágætis tónn í þessu og menn er að reyna að mjaka þessu áfram og ég vona að fólk taki því alvarlega, hvers konar sko málum við stöndum frammi fyrir núna. Ég meina Íslendingar voru að fá 100-150 milljarða króna reikning í fangið út af Grindavík. Þessir samningar bara skipta ótrúlega miklu máli og það er eins gott að menn taki því alvarlega. En nú hefur komið fram til þessi kynningum hjá Stefáni Ólafssyni sem hefur verið varpað fram á netinu að lagslaunaða hópurinn í samfélaginu muni fá hækkanir sem að nemi mögulega 65.000 krónum á mánuði á meðan að fólk sem er komið í svona þessar almennu tekjur eins og á vettvangi svo opinbera 800.000 og yfir að það fólk fái 25.000. Það er engin leið að ná þessum samningum í gegn. Það var búið að telja fólki trúum það allir myndi fá 26.000 en svo virðist vera að menn hafi bak við tjöldin er búin að stilla upp allt annari sviðsmynd sem að hvert einasta mannsbarn sér að næst ekki í gegn. Jafnvel þó að breiðfylkingin myndi náði í gegn sín megin að þá er útilokað að það myndi gerast á vettvangi háskólafélagana, læknafélagsins hjúkrunarfræðinga og þar fram eftir götum. Ég held að það sé líka, ef þú skoðar viðbrögð Sigríðar Margrétar og Eyjólfs Árna í þeirra yfirlýsingu að þá segjast þau í rauninni bara áfram vera að vinna ótrúið að nýrri þjóðarsátt. En þjóðarsátt er auðvitað stórt orð og þú gerir það ekki bara með því að ganga einhverjum kröfum Eflingar eða Starfsgreinasambandsins og vonast svo til að allir aðrir muni gera slíkt til sama. Það virkar bara ekki þannig. Og í yfirlýsingu verkalýðsfélagana var vísað til þess að endurtaka lífskjarasamningana. Það er heldur ekki það sem hefur staðið til. Það hefur staðið til að búa til nýja þjóðarsátt. Þá þurfa allir að koma að því. Og það þarf auðvitað bæði að hífa þá upp lægstu launin eins og menn eru sammála en það þarf líka að taka tillit til annarra hópa. Þannig að það náist einhver samstæða. Þannig við förum ekki höfrungarhlaupið og vítahring vaxta og verðbólgu eins og við höfum alltaf gert. Og það má þetta segja það. Kolbrún Halldórsdóttir sagði að 26.000 krónur væri ekki það sama fyrir háskólafólk eins og láglaunahópana. Þegar hún stendur síðan frammi fyrir samningum þar sem að vera að tala 65.000 krónur og 26.000, þá taka allir undir það. 65.000 ekki það sama og 26.000. Já, og við verðum þetta bara að horfa til þess sko, að það verður síðan launaskrið. Og það verður bara að tala þetta eins og það er. Það er það sem að Samtök atvinnulífsins verða að vera að reikna inn í þetta. Og í rauninni má halda því fram að 2 síðustu samningar sem Samtök atvinnulífsins hafi gert, þó þeir hafi verið gerðir í krefjandi aðstæður og síðast var meira að koma sko, til verkbanns, að þá voru það mjög dýrir samningar fyrir atvinnulífið og mörg fyrirtæki hafa kvartað yfir því að þeir hafi bara verið of dýrir.
og vaxta ákvarðanir Seðlabankans og það hvernig Seðlabankinn hefur talað bendir eindregið til þess að þar hafi verið samið umfram framleiðni, sem eitt af þessum 9 orðum sem við öll að kunna. En það, ef þú semur umfram framleiðni, þá það verðbólgufóður. Já, en svo þetta alveg skrítið að sjá það líka, þú veist, að einhvern veginn verk- og atvinnurekendur hafa svona hingað til, það hefur verið svona ágætis tónn í þessu öllu saman og hafa hingað til gengið fram sameinuð eða svona í takti það að ríkið taki reikningin, sko. Það líka eru bara uppi breyttar forsendur. Ég held að fólk þurfi aðeins að draga djúpt andan og sjá fyrir, það þarf að verða einhver lending í þessu sem til heilla fyrir alla og sem sko raunhæf. Það gæti einhvers konar, jafnvel 100 milljarðar reikningur verið að falla á ríkissjóð núna út af þessum ógurlegu atburðum. Ég held einmitt sko að það þurfi allir að átta sig á því að það urðu algjör stórtíðindi síðustu helgi. Og það snýst ekki bara að Grindvíkingum og þeirra heimilum jafn rosalegt dæmi og það Heldur var þetta eitt stærsta, ef ekki stærsta högg sem íslenskur efnahag hefur orðið fyrir. Og að einhver haldi að það hefði ekki neinar afleiðingar eða verði vandamál fyrir okkur að vinna úr, þá það mikill misskilningur. Og þess vegna ég þeirrar skoðunar að þessar yfirlýsingar verkfallshreyfingarinnar hafi verið meira til heimabrúks, eins og kallað í pólitíkinni. En í raun og veru þá muni þau á endanum sjá það að ef þau gerir ekki slíka samningar núna sem talað samtök atvinnulífsins, þá ekki víst að samtök atvinnulífsins geti gert það eftir 2-3 mánuði. Og það engin stemning í þjóðfélaginu fyrir einhverjum verkföllum eða vinnudeilum núna. Það bara algjörlega fráleitt. Og að mínum að þetta ríkisstjórnin, ef hún væri sterk núna og myndi nýta þennan þingmeirihluta sinn og væri ákveðin í að halda áfram, þá væri hún strax búin að kynna núna 10, 20, 30 verkefni, stofnanir eða annað slíkt sem verða lagðar til hliðar ótilgreindan tíma. Algjörlega. Til þess að setja fókusinn peningalega á Grindavík og það sem það er að gera. Ertu með hugmyndir fyrir þau? Ég með fjölmiðlanefnd. Ég með margar sko. Fjölmiðlanefnd, ok. Nei, bara hluti nýju mannréttindastofnunina sem við talum að setja á laggirnar. Við erum endalaust að stofna nýjar stofnanir. Mér finnst þó sko, einhver tónn í Reykjavík núna þar sem við verðum að fækka fólki, endurskipuleggja, ekki út af því að ég viti það ekki að það er ömurlegt fyrir fólk að fá uppsagnarbréf. En við verðum stundum að horfast augu við raunveruleikann. Hverju við höfum efna á og ekki síst hvað sem þessi stjórnmálamenn okkar setja í forgang. Hvað vilja helst? Hvað verður þjóðarhöllina? Er það ekki það sem brennur á þjóðinni? Mér finnst það alltaf bara vera eitthvað sem kemur upp þegar eitthvað vesen á stjórnarheimilinu og næst ekki Framsókn og koma þær aftur og lofa þjóðarhöll. En sko þetta bara svo augljóst að ef að fólk búið ákveða að endurnýja eldhúsið sitt eða setja nýjan pall en svo verður eitthvað svona áfall, þá er það sett til hliðar. Við getum ekki alltaf bara einhvern veginn haldið fullum dampi og tekið á okkur 150 milljarða og gert þetta og þetta hafi engin áhrif og við höfum líka að, ég meina að það til dæmis engin lausn að semja núna á almenna markaðnum þannig að ríkissjóður eigi síðan að koma í tilfærslukerfunum sem við fáum svo í bakið í skattahækkunum. Það er engin lausn. Ríkissjóður heldur ekki, hann hefur ekki borð fyrir báru eins og hann hafði í upphafi COVID. Við erum enn í bullandi hallarekstri, ríkissjóður skuldsettur, vaxtagjöld nema á annað 100 milljarða held ég eins og staðan núna. Það er vandinn. Sko Sigmundur Davíð og Bjarni Benediktsson hefðu komið þannig fyrir í samningu kröfuhafanna að ríkissjóður var í einstakri stöðu. En COVID og fleira hefur gert það að verkum að hallareksturinn hefur verið mjög mikill og það er ekki endalaust til. Hver er eitthvað tilfinninga, því að nú hefur verið að birta myndir hér til dæmis í inngangi að þessum ágæta þætti okkur myndir frá Grindavík. Verða menn ekki að horfast í augu við það að þetta er ekki staður sem að hægt er að bjóða fólki upp á að búa á? Jú, og þú veist, þetta er líka bara ekki veruleikinn? Jú, þetta er líka bara svona hjartansmál, þú veist, ég veit ekki neitt jarðhræringar og kalla eftir skýrari fréttum að þessu, þannig að ég skil ekki helmingina sem kemur fram í þessum fréttum einhverja Sigdali og eitthvað. En þú veist, þetta er bara svona hjartansmál, þú veist, þetta fólk það er bara orðið flóttamenn í eigin landi og það er ekkert annað í stöðunni en að við hjálpum þeim bara og veitum þeim, greiðum þau út úr sínum húsum, þannig að þau hafi líka eitthvað frelsi og ákvörðunarrétt til að ákveða hvar þau vilja búa og hvað þau vilja gera til að ráðstafa bara næsta árum lífsins. Ég held að við verðum bara að taka það alvarlega og allt annað
þarf aðeins að fara í annarsætið, sko. Nú hafa stjórnvöld orðið fyrir, gagnrýni fyrir að bregðast ekki nægilega skjótt við. Þessi nýjustu atburðir eru ný skeðir bara á sunnudaginn síðasta. Er hægt að halda því fram að stjórnvöld hafi verið óviðbúin að það skorti á svör sem ætti að liggja fyrir? Sko, ég held að það skortir ákveðin myndugleik sem kannski kemur bara til að því að þau eru ekki sjálf vissum að samstarfið vari mjög lengi. Og þess vegna eru þau að tala að það sé mjög mikilvægt að þessi breið pólitísk sátt líka við stjórnarandstöðuna. Undir veljum kringumstæðum mættu við bara hafa minnstar áhyggjur af því og vinna bara samkvæmt sínu plani. En nú samt, held ég, öllum ljóst að það verður ekki búið í Grindavík næstu mánuði og misseri. Og Ármann Höskuldsson sagði síðast í viðtali í gær að þetta yrði líklega 5 til 10 ára skeið. Og þá einfaldlega verður að bregðast við með þeim hætti að leyfa fólki að gefa því kost að því að byrja annar staðar. En leið þurfum við líka að taka alvöru umræðu hvað þetta þýðir. Ármann segir að næstu 100 til 250 ár verði jarðeldur á Reykjanesi. Hann segir að við þurfum að hafa mestar áhyggjur af Hafnarfirði og hann hefur miklar áhyggjur af Hengilssvæðinu og Hveragerði. Og maður bara, þetta rosalegt. Og þetta ekki einhverja yfirlýsingar sem hættir að skófla til hliðar núna vegna þess að við sjáum bara Þau hafa haft rétt fyrir að þau hafa rétt fyrir sig. Þorvaldur sagði í október-nóvember að Grindavík væri líklega ekki öruggur til þess að vera á. Hann var gagnrýndur mjög harkalega fyrir það. Það auðvitað komið á daginn, hann vissi ekki hvort það væri 5 eða 10 mínútur eða 5 vikur, en það ekki stóra. Í jarðsögulegu samhengi þá það allt nokkur sekúndubrot. En það eru fallnir staðkraftar þarna sem voru síðast á ferðinni fyrir 1000 til 800 til 2000 árum og sagan sýnir að hún fer bara í hringi með þessum hætti og þá eins gott að við förum að gera plön í samræmi við það. Hvað ætlum við að gera með varaflugvöll? Við erum ennþá, mér skilst það bara við erum alltaf að skoða ennþá að færa flugvöllin í Hvassahraun. Það alls konar svona hluti sem þarf að menn skuli ennþá láta sér detta í huga Hvassahraun sé möguleiki fyrir alþjóðaflugvöll. Jú, en það þarf það þarf myndugleik, það þarf að segja það eru gjörbreyttar forsendur. Og það þarf einhver að láta eins og hann ráði einhverju hérna. Já, það þarf að leysa upp þetta úlingapartí, sko. Það þarf að fá einhverja landsmóður eða föður til að skerast í leikinn, held ég. Er það fólk ekki til staðar í ríkisstjórninni? Þú veist, jú, ábyggilega einhverjum tímapunkti. Það eru bara allir orðnir svo þreyttir og linir eitthvað. Já, bara tökum sem dæmi áður en að fór að gjósa þarna miðjan desember. Það voru flugumferðarstjórar komnir í verkfall og voru að valda mjög miklu tjóni hér gagnvart ferðaþjónustunni og flugfélögunum á versta tíma. En ráðherrarnir sögðu, já, ég bara krefst þess að menn nái saman. Ég meina samtök atvinnulífsins hefðu getað gengið bara til samninga sama dag. En þá hefðu allar hugmyndir þjóðarsátt og annars slíkt verið algjörlega úr myndinni. Þannig að sko, ríkisstjórnin þarf að tala eins og hún hafi eitthvað málið að segja. Og þá frægt þegar að held ég að hafi verið 91 þegar að flugumferðarstjórar voru í verkfalli og Davíð Oddsson forsætisráðherra sagði sko við á ef þið hættið þessu ekki verkfalli strax, þá setjum við lög sem afnumum verkfallsréttin ykkar. Og þar með var fallið frá þessu. En hann gat talað sem forsætisráðherra sem hafði eitthvað vald á bak við sig. Hann var tilbúinn til að valda óana í þröngum hópi til að verja til þess að verja almenna hagsmuni. Og þannig verðum við að gera það. Við getum ekki alltaf sagt bara við vonumst til þess að þess og hinn nái saman. Ég veit að þeir vonast líka til þess að Ísraelsmenn og Hamas liða nái saman, en það verður líka vinna út frá einhverjum möguleika. Þú talar landsföður eða landsmóður, það mikið talað það hefur gert hér í þessum þætti og við vitum auðvitað út allt samfélagið að Katrín Jakobsdóttir sé mögulega á leiðinni í forsetaframboð og margir vilja sjá hana þar og það verið að þrýsta á hana úr öllum áttum. Er það einhver lausn fyrir ríkisstjórnina og hún tappa af óánægjunni með því að færa sig bara yfir á Bessastaði og veiti mönnum stjórnarmyndunar umboð eftir næstu þingkosningar? Já, ég meina það náttúrulega eins og þessum. Hvernig það? Hægt að kjósa til forseta og til þings í sömu andrá eða? Ekki á sama tíma, nei. Ekki á sama tíma. En menn geta gert það með kannski örfára vikna millibili. Já, einmitt. Ekki alltaf talað að menn vilja eitthvað rými fyrir lýðræði í kringum þessar forsetakosningar? Jú, það væri æskilegt. En jú, ég meina, væri það ekki alveg hugmynd fyrir Katrínu? Þú veist, það allavega svona dálítið flott og grand exit. Skilja, labba út úr unglingapartíinu og fara bara og sitja í einhverjum Bessastöðum. Nákvæmlega. Ég hef mjög mikið álit á Katrínu og ég held persónulega að það gæti verið mjög sterkur leikur fyrir hana. Hins vegar engin spurning að hún orðin miklu umdeildari stjórnmálamaður heldur hún var og vinsældir hennar hafa hratt minnkað. Pólitísk innistæða hennar hefur farið niður eins og pólitísk innistæða ríkisstjórnarinnar fyrir 6 árum
hefði enginn átt möguleika í hana, fyrir nokkrum mánuðum var hún með sterkari stöðu heldur en núna. En hún hefur samt mjög sterka stöðu. Hún hefur sterka stöðu og að mínum mati myndi hún vinna forsetakosningar, engin spurning, og þess vegna held ég að þetta gæti verið mjög sterk útganga fyrir hana og stjórnmálum yfir í embætti þar sem almenningur gæti fylgt sér meira hana. En væri ekki varasamt fyrir hann að taka þetta skref í ljósi allra óvissunar, allra óánægjunar, gæti þetta ekki snúist rætt í höndunum á henni eða kæmi fram myndugur frambjóðandi og fólk segði, ef ekki heldur að fá einhvern sem ekki ataður auðri pólitíkurinnar eins og hún nú orðin? Jú, en sumt af þessu verður ekki ráðið við ráðum ekki hverjir bjóðu sig fram, við getum ekki hannað atburðarástand, það birtist enginn á sviðinu sem að við buðum ekki í það partí, bara sá á kvöluna sem á völuna, sko, það er bara þannig. Katrín er ótrúlega flottur stjórnmálamaður og fullt erindi á Bessastaði ef hún vill, sko, ef hún vill losna, sem að maður myndi nú alveg skilja. Hver takk ég við, Svandís? Er það ekki? Sem forsætisráðherra? Já, nei, sem formaður VG, þetta ekki að tala um það. Ég held að hin spurningin sé stóra máli. Jú, ég held að Svandís muni taka við VG og ég held að það sé aftur. Þá er stjórnin sprungin. Já, en... Myndið þú ekki vilja sjá Svandís í forsætisráðherrastóli? Já, sjálfsögðu. Ég hef ekki hitt nokkurn einasta mann sem ekki myndi vilja sjá það gerast. Ég held hún sé í reynd sprungin eins og ég hef áður sagt og hún er saman að nafninu til út af einhverjum verkefnum sem koma og það er bara spurning í hvaða búning það verður sett þegar hún endanlega leysir upp laupana. Leggur upp laupana. Ef Katrín lýsir yfir forsetaframboði, springur ekki stjórnin samhliða því? Jú, ég held það. Það kallar þá pólitískan óróleika yfir samfélag sem ekki má við því? Já, en pólitíski óróleikin sem við verið er á ábyrgð þessar ríkisstjórnar. Já, og er á pari við það þó að Katrín myndi fara frá borði. Jafnvel þó það yrði starfsstjórn núna fram að jafnvel kosningum í haust eða í einhverjar nokkrar vikur þá er engin hætt á því. Slík starfsstjórn myndi alltaf ganga frá því sem þyrfti að gera gagnvart Grindvíkingum í þverpólitískri sátt og gagnvart kjarasamningum vinnumarkaðarins. Það er engin stjórnmálaflokkur að fara að eyðileggja það. Þetta snýst ekkert um það. Nei. Þetta snýst um það að ef þessi ríkisstjórn til þess að eitthvað erindi þá þarf hann að sýna okkur það strax í dag. Pólitíkin óletík, Einar Þorsteinsson er tekinn við sem borgarstjóri, Dagur B. Eggertsson er sestur í sæti formanns borgarráðs, þar sem hann var nú reyndar sitjandi þegar Jón Gnarr var borgarstjóri á sín tíma. Jón Gnarr og Einar Þorsteinsson eru mjög ólíkir menn. Hvernig ætla menn að spila úr þessari stöðu? Já, þú veist, það verður aldrei spennandi að sjá hvað Einar ætlar að gera. Ég á ennþá eftir að hitta þá manneskju sem veit nákvæmlega fyrir hvað Framsókn stendur í borgarmálum. Og hann hefur kannski ekkert gert mikið til að leysa úr þeirri óvissu. Hann er maðurinn sem að segir einhvern tíðan í vetur að rekstur Reykjavíkurborgar gangi í ljómandi vel, en ætlar einhver síður núna að snúa reksturinn við. Ætlar hann þá að snúa hann við? Til þess verra myndi ég halda. Nei, ég veit það ekki, og auðvitað á maður bara að gefa hann sens, ég finna hann er bara nýbyrjaður og hann er búinn að segja þarna upp einhverjum 12 manns af held ég 12.000 starfsmönnum borgarinnar, það er allavega byrjun. Það er nú eitthvað sem maður hefur bara ekki séð gerast í alla þá tíð sem að Dagur hefur stýrt borginni. Algjörlega. Er þetta fyrirheit að menn ætla að fara að taka til í rekstrinum? Ég vona það. Mér var sagt daginn og ég selði það nú ekki dýrara en ég keypti það væri 850 yfirmenn með mannaforða hjá borginni. Þannig að ef hver myndi taka 2 á þess að ég sé eitthvað sérstaklega hlindi að vera að segja fólki endalaust en það þarf samt að taka til þarna og ef hver myndi segja 2 þá er bara máli leyst. Hugmynd fyrir Einar. Já. Sko Einar lofaði breytingum og hann var kosinn þess vegna og engin spurning og við skulum virða það að stóra breytingin er að það er komið nýr borgarstjóri sem ég held að sé þakklátt og ég held að af því við vorum að tala um ríkisstjórnina áðan þá það er kallað eftir breytingum. Það er þreyta með forystumenn í mörgum flokkum. En þarna er allavega orðin breyting en svo sannarlega þarf hann núna að sýna á sín spil. Hann þarf að sýna að hann hefur meint eitthvað með þessum ummælisum breytingar og þá kemur að pólitískum gildurum. Fólkið sem hann reiðir á í þessum meirihluta þarf bæði að horfa til þess að hann þurfi að glansa og sýna að hann sé að koma með breytingar en það hlýtur líka að vera á kostnað þeirra sjálfra vegna þess að hann er þá gagnrýna einhvert verkleysi eða hluti sem voru ekki að ganga hjá hinum og hann þarf þá að sannfæra þau að koma með sér þennan breytingaleiðangur vegna þess að Framsókn er ekki einu flokkurinn í meirihlutanum. Og þá getur ekki talað skýrt eins og þú myndir annars gera.
Nei, og það þarf að velja orð sín mjög vandlega. Akkurat. Ég held að það sé líka mjög erfitt fyrir hann. Ég meina, Dagur búinn að vera þarna meira og minna bara síðan elstu menn muna og þú veist, hann auðvitað búinn að umkringa sig fólki, bara sínu fólki, eðlilega og ég held að það sé alveg verk að vinna fyrir Einar að bara finna sér svona sína trúnaðarmenn innan batterísins alls. Óþægilegt fyrir Einar að hafa Dag sem formann borgarráðs eða væri betra að Dagur myndi söðla eins og hann reyndar svona eiginlega hótað að gera í þessu fræga sagðist vera lítið kringum sig. Já. Sko ég held að Dagur sé á útleið en það geti alveg verið styrkur af því að hafa hann sem formann borgarráðs á meðan. Ég var sjálfur formaður borgarráðs og það verður að vera mjög náin samvinna milli borgarstjóra og formanns borgarráðs. Það í borgarráði sem stóra ákvarðanir eru teknar. Það stóra framkvæmdanefndin. Það er bara þannig. En á einhverjum tímapunkti held ég síðan sé gott fyrir báða að Dagur fari og hann á leiðinni í landsmálin og engin spurningu það. Hann ætlar að reyna að koma upp Reykjavík og módelinu í landsmálunum og þá geta landsmenn bara velt fyrir sér hvort að þeim finnst það spennandi tilhugsun. Og það eru einmitt sérstaklega kannski tíðindi fyrir sjálfstæðismenn því að Reykjavík og módelið sýndu sig undir það síðasta að það markmið í kringum kosningar að halda sjálfstæðisflokkum frá völdum. Þeir beinlínis héldu fram að sjálfstæðisflokkurinn væri ekki stjórntækur og sjálfstæðisflokkurinn held ég að standi núna á miklum tímamótum. Hann verður að fara að sýna okkur fyrir hvað hann stendur og hann sé tilbúinn til þess að standa fyrir sínum málum og láta fólk trúa á sig og sýna að hann sé stjórntækur vegna þess að ef að niðurstaðan eins og við vorum að tala ef að niðurstaðan svo að hvalveiðar séu teknar og settir í annar ráðuneyti og þá komi Óli Björn og Jón Gunnarsson og allir þessi sjálfstæðismenn sem hafa látið hátt og verja hann af vantrausti, þá trúveruleiki flokksins ekki orðin mjög mikill. Sko. Já, þetta nefnilega, og í þessu hvalveiðadóti þá hafa nefnilega býsna margir gengið býsna langt í gagnrýni sinni á Svandísi. Þannig að það verður nefnilega mjög áhugavert að sjá. Hildur Sverrisdóttir? Ég meina, og þetta ekki bara hver sem ég varaformaðurinn, Þórdís Kolbrún, Hildur Sverrisdóttir. Það verður erfitt fyrir þetta fólk að kyngja þessu á svona teknokratískum forsendum. Já, það verður það. Já, það geta kannski gert það á teknokratískum forsendum. En það sem mun gerast í framhaldinu að fylgi flokksins heldur áfram að hrynja. Það kostar. Því að venjulegir sjálfstæðismenn all land þola ekki þetta ástand. Þú veist allt það. Ég hef aldrei talað við slíkt fólk. Sérðu konum er mikið niðri fyrir. Þú voru að láta mig hafa ykkur símanúmer. En þá vantar mig smá upplýsingar fréttir næstu viku. Hverjar verða stóru fréttirnar í komandi viku? Það kannski stærsta fréttin. Ólöf. Í komandi viku? Ætli það verði ekki svona, ætli Arnarlax mun ekki draga sig tilbaka sem styrktaraðilega handboltalandsliðsins með við gengi? Já, þeir eru svo ósáttir við gengi liðsins. Þetta snýst við, sko. Það nú fleiri fyrirtæki á þessum búningum en Rapid og Samskip og fleiri. Íseiskir. Nei, mér finnst þeir eru miklu betur en ég handbolta þessi strákar og mér finnst þetta bara búið að vera geggjað að fylgjast með. Þetta er búið að vera alveg hræðilegt. Nei, þetta er búið að vera geggjað. Hver er stóra fréttin í næstu viku? Munum við vinna mótið? Stóru fréttirnar eru Grindavík og pólitíkin kringum það. Þeir þingið að koma saman og ég og örugglega margir eru logandi hræddir að þessi bara eitthvað miklu meira að fara að gerast þarna í eldgosum heldur. Það er að hlaðast upp meiri spenna í Svartsengi. Já. Vonum að þetta blessist nú allt saman þrátt fyrir það. Takk kærlega fyrir komuna, Ólöf Skaftadóttir og Björn Ingi Hrafnsson. Við verðum hér eftir örfáar sekúndur með Sigurð Kára Kristjánsson sem er stjórnarformaður Náttúruhamfaratryggingar Íslands. Það er ekki lítið batteri. Toyota BZ4X er nýr 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Freedom. Amma sagði mér alltaf að peningar væru afl þeirra hlutar sem gera skal. Það er sama úr hvað áttu kemur. Það finna allir fyrir þessar verðbólgu og háa vaxtastigi. Og það er hundleiðilegt að fylgjast með umræðarsendum. Eins og maður þurfa að vera einhver Nóbels hagfræðingur til að átta sig á samhenginu. En stærsta kjarabóti fyrir mig kemur með minni verðbólgu og lægri vöxtum með þetta. Við erum öll í sama liði. Við erum samtaka aukna hagsæld. Komið sæl að nýju. Hingað í settitíminn er kominn Sigurður Kári Kristjánsson sem er formaður stjórnar Náttúruhamfaratryggingar Íslands. Það er
vátryggingafélag í einhverju skilningi sem að ríkið hefur komið upp og þar liggja miklir fjármunir og nú mun sennilega reyna mjög á þann þol þessara stofnunar á komandi vikum og mánuðum út af atburðunum í Grindavík. Ég ætla að ræða hérna við hann hlutverk sjóðsins og hvernig þetta mál blasir nú við eftir hinnar ógurlegu hamfarir síðastliðinn sunnudag í Grindavík. Sæll og blessaður, Sigurður. Komdu sæll og blessaður. Þakka þér fyrir að gefa þér tíma til að koma og ræða þetta mál. Takk fyrir boðið. Maður hefur svolítið á tilfinninguna að fólk lokið svolítið eyrunum þegar að þetta kemst í umræðu þessar náttúruhamfara tryggingar og hvernig þetta virkar allt. Það hávær krafa uppi að stjórnvöld kaupir hreinlega bara allar fasteignir í Grindavík. Getur útskýrt fyrir mér og hlustendum og áhörendum hvernig þessi sjóður byggður upp og hvaða hlutverki hann kann að gegna í þeim aðstæðum sem að nú eru sannarlega komnar? Já. Það má eiginlega bara segja eins og þú nefndir að náttúruhamfara trygging í eðli sínu svipuð og almennu tryggingafélögin sem við þekkjum, Vís og Sjóvá og TM og Vörður og hvað við öll heita. Nema hvað að NTÍ sem sagt kemur til skjalana þegar það verður tjón af völdum náttúruhamfara. Þá höfum við skyldur gagnvart þeim sem verða fyrir tjóni sem felast í því að bæta það tjón sem verður af völdum þessara hamfara. Það vegna þess að önnur tryggingafélög sem sagt bara firra sig ábyrgð á slíku? Já, þau eru bara undanskilin ábyrgð af þessari ástæðu. Engu að síður það þannig að það hluti af þínum iðgjöldum sem þú greiðir til þíns tryggingafélags, hluti af þeim rennur í okkar sjóði sem eru ávaxtaðir þar og nýttir við aðstæður eins og þessar. Ég held að þetta sé fyrirkomulag sem þekkt bara víða lönd og svona samtryggingarkerfi samfélagsins til þess að bregðast við áföllum eins og þessum. Hvenær var þessu komið á laggirnar hér? Já, þessu var komið á laggirnar fyrir 50 árum síðan. Ég meina að þá vöknuðu menn upp við þann vonda draum við eldgosið í Vestmannaeyjum að hafa ekki tryggingu af þessu tagi og það var í rauninni, við vorum mjög lánsöm að eiga fólk sem komst að þeirri niðurstöðu að þetta væri rétta leiðin til þess að fara. Vegna þess að núna í dag þegar við erum að eiga við þessa atburði í Grindavík þá eigum við þó sjóð sem nemur 55 milljörðum það bil til þess að mæta tjóni sem að þarna verður. Og á sama tíma þá gerum við samninga við erlend endurtryggingafyrirtæki og virði þeirra samninga eru 45 milljarðar. Og þetta eru þeir fjármunir sem við höfum úr að spila til þess að bæta fólki og fyrirtækjum tjón sem verður af völdum náttúruhamfara. Þið hafið greitt úr þessum sjóði áður. Það hafa orðið þetta hamfari hér af ýmsu tagi, Suðurlandsskjálftarnir og slíkt, þannig að þessi sjóður hefur ekkert bara vaxið og vaxið í þessi 50 ár, það hefur líka komið til talsverðra útgreiðslna. Já, og þegar, ég meina, menn þekkja bara þessi atvik, það hafa orðið snjóflóð á Vestfjörðum, það eruðu aurskriður á Seyðisfirði og sömuleiðis skjálftar á Suðurlandi og þegar þessir atburðir verða þá komum við til skjalana. En þá virkar í rauninni þessi stofnun bara á sama hátt eins og hvert annað vátryggingafélag. Við sendum menn á vettvang, þeir meta tjónið og greiða samkvæmt því mati sem liggur fyrir. Ég las það í fréttum eins og aðrir að stofnunin var komin langt á veg með mat á stöðunni í Grindavík, þá búið að fara og skoða og meta, ef ég man rétt, á annað 100 hús, það voru ennþá einhver 150 hús eftir, menn voru að búa sig undir það núna fyrir lok þessa mánaðar að fara að greiða fólki út til þess að greiða úr óvissu þeirra sem að sannarlega höfðu orðið fyrir altjóni eða hlutatjón á sínum húsum. Svo gerist þetta núna á sunnudaginn að það hefst aftur jarðskjálftar hérna, bærinn hann gliðnar 1 meter til viðbótar við öll ósköpin áður, eldgos hefst þarna í túnfætinum og flæðir reyndar yfir nokkur hús. Innan bæjarmarkanna. Innan bæjarmarkanna. Það hlýtur alltaf að þurfa að endurmeta öll húsin sem hafa búið að meta og fleiri til. Já, sko, við höfum lært það reynslunni og miðað alla okkar vinnu við það fyrir nú utan það að ávaxta þessa sjóði að passa upp á öll viðbrögð okkar og meðferð mála taki sem skemmstan tíma. Og bara svona til þess að útskýra það, þá held ég megi segja að á Seyðisfirði, þegar aurskriðurnar urðu þar, að þá, ég held ég megi segja að NTÍ hafi verið búið að greiða út bætur vegna þeirra altjóna sem að þá urðu innan 3 vikna frá því að atburðurinn átti sér stað.
Þessi atburður hins vegar mjög sérstakur vegna þess að við vitum ekki einu sinni hvort honum lokið. Hann viðvarandi. Já, og eins og þú segir að þá, ég meina við gerum samninga við allar verkfræðistofur landsins og sendum hermanna til þess að meta ekki bara fasteignirnar, heldur líka lagnakerfi og annað slíkt til þess að vera í stakkbúin til þess að ganga frá greiðslum til tjónþólana eins hratt og mögulegt var. Þetta mjög mikilvægt vegna þess að við vitum það bara óvissa fólks, eða óvissan sem fólk lendir í við þessar aðstæður og ég meina við bara heyrum sögurnar sem Grindvíkingar að segja, líklega það versta sem það lendir í, að vita ekki hver framtíðin verður. Þannig að við viljum leggja áherslu á þetta og það hefur tekist vel. Nema í þessum atburði, þá hann bara mjög sérstakur að þessu leyti. Við vitum ekki hvert tjónið og eftir atburði helgarinnar höfum við ekki komist inn á svæðið til þess einmitt að geta endur metið það sem við höfðum þó metið á þeim tíma. Þannig að tjónið nei, við erum ekki á núllpunkti. Við vitum sko, hvaða hús hafa orðið fyrir altjóni. Við vitum svona nokkurn veginn sko, að einhverju marki skulum við segja hvert tjónið verður og við höfum stigið skref til þess að koma til móts við þá sem hafa orðið fyrir tjóni. Í fyrsta skipti held ég í okkar sögu höfum við farið í það að greiða upp veðlán þeirra sem alveg ljóst að verða fyrir altjóni. Þannig að svona, við höfum stigið einhver skref en við erum í sömu stöðu og allir aðrir. Við komumst ekki inn á svæðið og við getum ekki lagt mat á heildartjónið eins og það núna. Og við vitum heldur ekki hvað framtíðin byrja skautið sér. Það gæti byrjað að gjósa þarna aftur eftir 1 eða 2 vikur. Og það það sem að reynda vísindamenn að spá að það sé mögulega 3 vikna gluggi þar til að einhver atburðarás á svipuðum toga fer á stað. Já. Mér langar til að spyrja. Við vitum þó það, svo það sé sagt, að þetta líklega sko, stærsti og flóknasti vátryggingaatburður og náttúruhamfaraatburður sem við höfum lent í frá að minnsta kosti gosinu í Eyjum. Ég las einmitt í ársreikningi fyrir sjóðinn fyrir 22, þeir eru ekki búin að birta reikningi fyrir 23 eðlilega ekki og ekki verið að gera kröfu til þess, þó að þið vinnir hratt í flestum málum, að þið hafi verið að meta atburði, til dæmis skjálftana stóru, snjóflóðun og annað og þið eru að meta það þannig að það komi upp jafnvel á 200-300 ára fresti atburði sem að kannski kosti náttúruhamfaratryggingar 25 milljarða. Það svona skalinn sem að menn virðast vera að vinna út frá. Það flest sem bendir til þess að þetta sé miklu stærra mál, allavega stefni í það? Já, það fer náttúrulega eftir því hvernig á það litið og það ræðst svolítið af því hvaða ákvarðanir sveitarstjórnarmenn í Grindavík taka varðandi framtíð þessa bæjar og sömuleiðis ríkisvaldið. Jú, ég meina við reynum að áætla áhætturnar sem við stöndum frammi fyrir í þessum rekstri eins og kallað það bara að segja þau tjón sem við kunum að verða fyrir í framtíðin og það byggir bara á vísindalegum gögnum. Sko. Tryggingastarfað einhvers konar? Já, en við vitum ekki nákvæmlega sko, hvert tjónið í dag verður af þessum atburðum. Það ljóst að það verður umtalsvert. En sem betur fer, þá erum við að minnsta kosti vel í stakk búin til þess að standa undir þeim skuldbindingum sem á okkur hvíla. Við vitum það að verðmæti vátryggðra eigna í Grindavík og þá ég ekki að taka Svartsengi með, í kringum 153 milljarðar. Við eigum 55 milljarða í okkar sjóðum og svo erum við með endurtryggingasamninga på 45 og kerfið þannig að NTI greiðir fyrstu 10 milljarðana af því tjóni sem verður og síðan taka erlend endurtryggingafyrirtæki við, greiða næstu 45 og svo komið okkur að taka restina. En það þá háð því að það verði í rauninni altjón á bænum. Og þetta yfir 100 milljarða þá þarna og svo hafið þið möguleika á að skuldsetja ykkur, það ekki? Já, við höfum heimild til þess, sko, þetta 100 milljarðar og við höfum síðan heimild til þess að taka lán með ríkisábyrgð, með samþykki ráðherra, ef okkar sjóðir og endurtryggingasamningar hrökkva ekki eða semst að nægja ekki til þess að bæta allt tjónið. En allt þetta, byggir þetta á því að við erum bundin við það lögum samkvæmt að bæta tjón sem verður. Svo geta menn diskutera það, hvað tjón og hvað ekki tjón. Forstjóri náttúruhamfaratryggingarinnar hefur einmitt tjáð sig undanfarna daga þetta og sagt að það sé sjóðsins að bæta hús sem hafi skemmst í atburðunum,
annað ekki. En hvernig skilgreinirðu hús sem hefur skemmst, hús sem að stendur á miðri sprungu en óskemmt að ytrabyrðinu eða veggirnir en þá heilir? Getur það talist að lögum og út frá tryggingaskilmálum óskemmt hús, ekki síst ef að yfirvöld segja það er beinlínis lífshættulegt að búa í því? Já, það kann að vera ágreiningur þetta. Þetta snýst ekki bara það hvað mér eða okkur finnst. Það eru bara ákveðnar reglur í vátrygginga og skaðabótarétti sem að mæla allavega fyrir það að það sé skýrt að beint tjón, ég meina að það er hús sem fer undir hraun, þá vaknar bótaskylda. Síðan getur hús verið tjónað að hluta og þá er sá hluti bættur. En svo koma þessar spurningar sem þú ert með. Hvað á að gera við hús sem að stendur á svæði sem allir eru sammála að ekki er forsvaranlegt að búa á, óíbúðarhæft svæði, en húsið sem slíkt það er ekkert að því. Hver er þín skoðun að því? Það nú, ég get haft mína skoðun sem stjórnarformaður Náttúruhamfaratrygginga Íslands eða sem bara borgari í þessu landi. Þú mátt alveg bera fram báðar þessar skoðanir hér ef þær skarast á. Hún kannski skiptir engu máli vegna þess að það er ekki bara okkar skoðun sem skiptir máli í þessu, vegna þess að við þetta horfum á málið og síðan þurfum við að eiga orðastað við endurtryggjendurna. Það eru tryggingafélög í Sviss og Þýskalandi og... En hvað segja skilmálarnir? Skilmálarnir tala almennt beint tjón af völdum náttúruhamfara og það er svona skilgreiningaratriði hvað telst vera beint tjón. Eru til sambærilegir atburðir sem að væri hægt að miða við bara þannig að maður velti fyrir sér svona eiginlega fordæmum? Ég þekki það nú ekki eflaust Við erum auðvitað bara í miðjum skaflinum að moka okkur út úr þeirri stöðu sem að uppi er núna, en ég gerir ráð fyrir að svo sé. Við erum auðvitað bara að kanna þetta og skoða frá okkar hendi, en það liggur svo sem er ljóst fyrir í okkar huga hvað það er sem við bætum. Hverjir eru það sem aðstóða ykkur við þessa vinnu? Eru þið að leita lögfræðiálita hér heima á erlendis? Já, við erum með ráðgjafa erlendis, Þýskalandi, mjög færa sérfræðinga á þessu sviði og svo leitum við lögfræði álita hérna innanlands. Maður hefur þá tilfinningunum vegna umfangsatburðarins að þetta verði ágreiningsmál, að endurtryggingafélögin sem eru, að því að mér er sagt engin lömb að leika sér við, muni leita leiða til þess að skapa ágreining það hvernig í þetta verður farið. Hvernig er leyst úr slíkum ágreiningi þegar að sjóðurinn sem er stór á íslenska vísu mætir þessum risum, hvort sem þeir eru staðsettir í Stokkólmi eða Frankfurt eða London? Já, það eru í rauninni bara sömu sjónarmið og eiga við þegar maður á í öðrum ágreiningu hérna á Íslandi. Samningarnir okkar eru þannig að þær reglur sem að gilda náttúruhamfaratryggingu samkvæmt lögum og reglugerðum eru þeir skilmálar sem farið er eftir. Síðan höfum við samning við þessi endurtryggingafyrirtæki sem byggja á þessum skilmálum. Þau eru 25 talsins eða ekki? Já, en lögsagan samkvæmt samningnum er á Íslandi. Þannig að ef það kæmi upp ágreiningur, þá eru þið úr honum skorið fyrir íslenskum dómstólum. Þannig að þetta myndi leysast hér innanlands en ekki annars staðar. Við erum ekki upp á aðra konu hvað það varðar. Mér langar til að spyrja út í sjóðin, segjum sér svo að sem að manni sýnist í að þetta sé altjón. Ef að sjóðurinn myndi síðan fá þetta allt í fangi, þannig að þið þyrftu að greiða út 10 milljarða, kalla til endurtryggjendurna, greiða svo út rest og síðan myndu þið þurfa að taka lán upp í þessu 153 milljarða. Þá setur þú uppi sem stjórnarformaður í sjóði sem að skuldar eitthvað í kringu 50 milljarða eða svo og með engar eignir. Ég ætla nú ekki að spyrja hvernig tilfinning það sé, ég get ímyndað mér að það sé ekki þægilegt, en hvernig leysir sjóðurinn úr því? Þannig að hann getur þá væntanlega á næstu árum með áratugum ekki veitt neitt liðsinni í öðrum atburðum af svipuðum toga eða öðrum, snjóflóðum, aurskriðum eða slíku. Já, það er þá, úrræði sem hann hefði væri að fá frekari lán með ríkisábyrgð til þess að mæta þessum skuldbindingum sínum, en það er þá samtal sem að sjóðurinn þyrfti að eiga við stjórnvöld það hvernig náttúruhamfaratrygging yrði fjármögnuð til framtíðar. Og þetta er auðvitað hlutur sem
bæði við og síðan stjórnvöld þurfum að skoða í samhengi. Nú talað það að það eigi að kaupa upp allar húseignir í Grindavík. Það er krafa uppi þetta. Hún alveg skiljanleg og ég hef fullan skilning á vilja þeirra sem að vilja fara þá leið. Hins vegar verða menn að átta sig á því að þessum náttúruhamförum, þeim líkur ekki endilega við þau uppkaup. Þau kunna halda áfram og koma upp annar staðar eins og í Hafnarfirði. Og þá þurfa menn að horfa fram í tíman og velta fyrir sér hvernig ætlum við þá að eiga við þá atburði sem eiga sér stað í framtíðinni. Og þetta er svona dálítið stefnumörkun sem að ég held að stjórnvöld þurfi að fara í dag. Að draga lærdóm af þeirri stöðu sem að uppi í Grindavík og koma sér niður á það hvernig ætlum við að hafa þetta fyrirkomulag til framtíðar. Við erum, það eru mörg lönd held ég sem að öfund okkur af því hversu gott kerfi við höfum til þess að eiga við tjón af völdum náttúruhamfara. Þá ertu að vísa í sjóðinn? Já. Á hinn bóginn þá löggjöfin ekki fullkomin og það ekki alveg ljóst hvernig á að fara með eignir fólks sem ekki eru skemmdar en standa á svæði sem allir eru sammála að óíbúðarhæft. En að þér, eftir því sem þú segir, þá grunar mann að skilmálarnir gagnvart endurtryggingafélögunum séu einmitt þeir að skemmdirnar þurfa að vera sýnilegar. Jafnvel þó að húsið stæði eins og ég nefndi áður á sprungu og húsið geti þess vegna sokkið bara onni í hana við næsta jarðskjálfta, að þá bera þeir ekki ábyrgð á því tjóni sem orðið hefur vegna þess að húsið óíbúðarhæft. Ég hugsa að þeir muni halda því fram. Ég er nú lögmaður sjálfur og ég veit hvernig lögmenn hugsa og tryggingafélag. Menn leita ýmissa leiðir til þess að takmarka tjón sitt og ef þeir finna eitthvað orðalag í skilmálunum sem að leysir það undan bótaábyrgð, þá það svigrúm nýtt. Er þetta mögulega ástæða þess að við höfum ekki fengið skýrari svör frá stjórnvöldum en raun ber vitni og íbúar í Grindavík eru mjög ósáttir við það? Er það vegna þessar óvissu? Eru stjórnvöldar en átt að sjá því hvernig þessi staða gagnvart þessum endurtryggingafélögum? Ég held að það sé ekki ástæðan. Ég held að ástæðan sé bara svo að það óvissa hvað gerist í framtíðinni. Það sem þarf að gerast, það liggur alveg fyrir hver skylda okkar til þess að bæta tjónið og við munum geta gert það hratt og vel þegar það liggur fyrir hvert tjónið raunverulega Það sem þarf að gera að bæjaryfirvöld í Grindavík sem fara með skipulagsvaldið, þau þurfa að taka í rauninni ákvörðun það hver framtíð þessa bæjar, hvaða svæði innan Grindavíkur telst byggilegt og hvað telst óbyggilegt. Í framhaldinu og þetta þetta stór ákvörðun, þetta ákvörðun framtíð bæjarins. Þegar sú ákvörðun hefur verið tekin, þá þarf að finna út úr því hvernig á að fjármagna þá ákvörðun. Ef að ræða stórt svæði sem allir eru sammála að telst óíbúðarhæft, þá þurfa menn að komast að niðurstöðu það hver allar að greiða fyrir þær fasteignir sem eru innan þess svæðis að því marki sem við bætum ekki. Þetta ákvörðun sem þarf að taka. Nú hefur þú við getum ekki tekið hana, þetta ákvörðun stjórnmálamanna. En þú hefur sem stjórnarformaður sjóðsins farið þarna inn á svæði, veit ég, og skoðað þetta. Já. Þetta lítur hræðilega út. Það mjög margt sem bendir til þess að þetta sé bara algjörlega óbyggilegt. Já, þetta ástandið þarna það hræðilegt og það verra heldur en maður sér þegar maður mætir á staðinn. Þú sérðu nefnilega ekki sprungukerfin sem eru undir yfirborðið bæjarins. En þær myndir og upplýsingar sem ég hef leiða mig bara til þeirra niðurstöðu að undir bænum eitthvað sprungubelti sem segir mér það að bærin í rauninni allur krosssprunginn. Hann hristist og skelfur og nötrar og hefur ekki gert það bara mánaðaskeið heldur í nokkur ár. Það hafa verið eldgos í nágrenninu og eldgosin þau hafa teygt sig inn fyrir bæjarmörkin. Almenn skynsemi segir mér að það sé ákaflega erfitt að búa þarna, en það hafa vísindamenn sagt það. Ég meina, við höfum báðir börn og ég segi fyrir sjálfa mig, ég myndi ekki treysta mér til þess að hleypa barninu mínu út að leika þarna, og við höfum séð það bara, orðið hræðilega slys þarna. Að maður sem var að vinna við að fylla upp sprungu
sem að því miður hvarf og svo höfum við séð Jörðin bókstaflega gleypta. Já, við sáum þarna björgunarsveitamann sem var á gangi á malbyggi sem að sökk ofan í það. Þetta ástand sem að ekki gott. Þess vegna bara mikilvægt að þessar ákvarðanir sem að ég var að tala hérna áðan verði teknar. Mér leikur aftur forvitni á að vita meira þessi endurtryggingafélög vegna þess að þáttaka þeirra mun auðvitað skipta mjög miklu máli niðurstöðu málsins. Þetta eru svo gríðarlegir fjármunir. Þeir hljóta að fylgjast mjög náið með þessum atburðum. Eru fulltrúar þeirra staðsettir hér á landi? Nei, þeir eru ekki staðsettir hérna á landi. Við höfum bara skyldur gagnvart þeim til þess að gefa þeim og veita þeim upplýsingar og skýrslur stöðu mála á hverjum tíma. En við erum auðvitað eins og ég sagði hérna í upphafi, við vitum ekki nákvæmlega hvert umfang tjónsins Þannig að meðan svo ekki að þá í rauninni liggur niðurstaða þeirra aðkomu að þessum atburði ekki endanlega fyrir. En ég meina það stefnir allt í það að hún verði einhver. Það bara spurning hversu mikil. Nú langar mig til að spyrja þig sem lögfræðing, kannski frekar þetta stjórnarformann sjóðsins. Það hefur verið rætt á síðustu mánuðum og misserum stöðu bankan og lífeyrissjóðanna sem lánveitenda að íbúðar og atvinnuhúsnæði í bænum. Og það hefur verið gerðar kröfur og þessir aðilar hafa mætt fólki með því að frysta lán, fella niður vexti, verðbætur og annað í þeim dúr og reyndar hefur verið harkalega deilt við lífeyrissjóðanna þar til nýverið þau mál. Eru þessar lánastofnanir stikkfríar? Munu þær alltaf fá allt sitt þó að svona atburður verði eða getur einhver afskriftarhluti þeirra eigna sem eru veðsett hjá þessum lánastofnunum, getur hann lent á þeim? Venjulega það nú þannig að þegar við greiðum bætur eins og til dæmis í tengslum við altjón að þá eru bara ákveðandi veðskuldir greiddar upp og húseigandinn fær síðan restina sem hans eignarhluti í fasteigninni. Hvort að bankastofnanir þurfi að taka á sig eitthvað hluta af tjóninu, það eitthvað sem ekki á okkar hendi. Það er í rauninni bara samkomulag á milli þá þeirra og lánveitandana eða ríkisins fyrir þeirra hönd. Ég geti sjálfur sér ekkert sagt það en ég myndi þó telja að þeir ættu bara rétt til þess að fá kröfur sínar uppgreiddar eins og þær eru. Þetta eru auðvitað forvitnileg staða en hún auðvitað fyrst og fremst ömurleg fyrir fólkið. Staða ykkar akkurat á þessum tímapunkti, þið hljótið eðlum á samkvæmt bara að halda ykkur höndum. Þið getið raun og veru ekkert gert á meðan að þessir atburðir eru við að standa ennþá yfir. Jú, við höfum nú ekki haldið okkur höndum. Við höfum reynt að greina það sem við höfum getað greint af tjóninu og við höfum kortlagt svona nokkurn veginn þá tjónþola sem að hafa sannarlega orðið fyrir altjóni eða mjög miklu tjóni. Og við höfum reynt að nýta tímann til þess að koma til móts við þá. Það í einhverjum tilvikum hægt að gera upp ákveðandi lán til þess að losa þá fólki að minnstu kosti undan þeim skuldum. Og við höfum verið í samskiptum við það fólk sem hefur orðið fyrir altjóni þannig að við auðvitað vinnum þetta áfram eins og við getum. En eins og staðan núna þá bara teljum við að það sé ekki forsvaranlegt að við séum að senda menn á okkar vegum inn á svæðið til þess að meta tjónið eftir atburðið helgarinnar fyrir nú utan það að okkur það bara hreinlega ekki heimilt. Almannavarnir og lögreglustjórinn bara heimilar okkar það. En miðað við tónin í íbúunum sjálfum á borgarafundi sem var varpað upp í sjónvarpi í Laugardalshöllinni eftir atburðina núna síðastliðinn sunnudag, þá heyrir maður í íbúum að þeir hreinlega grátaða að hús þeirra hafi ekki orðið fyrir altjóni. Erum við að lenda í þeirri stórundarlegu stöðu að það fólk sem var verst út í skjálftunum og þessum atburðum að það sé núna í raun með pálmann í höndunum á meðan að þeir sem voru kannski á aðeins tryggara svæði innan bæjarmarkanna sé það fólk sem verður í limbói næstu vikur, mánuði og misseri. Það var það sem ég var að segja áðan. Óvissan í þessum efnum verst. Þeir sem missa eignir sínar alfarið, þeir eru ekkert inn einni óvissu. Þeir eru að bótarétt og þeim verða greiddar bætur. Óvissan snýr að þeim sem verða fyrir tjóni að hluta eða eins og ég sagði áðan, eiga kannski óskemmt hús á svæði sem að flestir telja að sé í rauninni óbyggilegt. Þetta vandamál tel ég að verði ekki leyst öðruvísi heldur en með ákvörðun sveitarfélagsins það hvaða svæði telst óbyggilegt
og þá í framhaldinu hvernig á að fjármagna þá uppkaup á þessum húsum eða ákvörðun það hvað á að gera með þeim. Það ekki ákvörðun sem er okkar. En ef bæjarstjórnin lýsir yfir að bærinn sé óbyggilegur, þá munum menn væntanlega beina sjónum sínum að náttúruhamfaratryggingum í kjölfarið og þið munum þá lenda í málaferlum við endurtryggingendurna. Ég átta mig nú ekki á því hvort að mekanismin verður þannig en að minnstakosti það nú þannig í ofanflóðum, því að við erum með ofanflóðasjóð sem á ekki við núna því að það ekki ofanflóð heldur eldgos og jarðskjálftar. Sko, reglan sú að þegar þetta gerist að þá fær sveitarfélagið sjálft heimild til uppkaupa á þessum húsum sem eru á því svæði sem þú nefnir, sem eru óbyggileg. Í þessu tilviki alveg ljóst að Grindavíkurbær hefur ekki bolmagn til þess að kaupa upp öll þau hús, tala nú ekki ef hann kemst að þeirri niðurstöðu öll íbúðabyggðin sé staðsett á byggilegu svæði. Þá ræða þeir ekki við okkur, þá ræða þeir við ríkisvaldið það hvort að ríkið sé reiðubúið til þess að koma að þessum uppkaupum. Það síðan hvernig þeir fjármunir verða gerðir ræðst auðvitað bara því hvert tjónið verður á endanum og hver afstaða erlendra endurtryggjenda til okkar krafna verða. Ég held að það sé ekkert hægt við þessar aðstæður að láta íbúana bíða eftir því. Það þá bara eitthvað samtal sem og eftir atvikum ágreiningur sem þarf að eiga sér stað á milli okkar, endurtryggjenda og ríkisins. Gæti þetta orðið bara einhvers konar nýtt Icesave-mál þar sem að íslensk stjórnvöld lendi í stimpingum við einhver... Það held ég ekki, Það held ég ekki. Ég meina, það nokkurn veginn, stór hluti af þessu ætti að vera óumdeildur. Við skulum vona það. Ég hef ekki áhyggjur af því. Ég gekk í gegnum Icesave reyndar, Ég hef reynslu af því máli, En ég held við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því. Það bara skiptir máli að ákvarðanirnar séu teknar, hvað ætlum við að gera með þennan bæ til framtíðar og vinna samkvæmt því. Og þessar ákvarðanir held ég að þurfa að taka bara mjög hratt. Þakka þér kærlega fyrir þetta mjög svo upplýsandi samtal, Sigurður Kári. Ég veit að fólk hefur beðið eftir því að fá aðeins skýrari mynd af þessu og ég held að okkur hafi allavega tekist ágætlega upp í því hér á þessum fáum mínútum. Ég kem þá bara aftur ef eitthvað óvart. Alltaf velkomin. Þá ekki meira á vettvangi spursmála þessa vikuna. Hugur okkar að sjálfsögðu hjá Grindvíkingum sem að gangi í gegnum þessar hræðilegu hörmungar. Þeir mega hins vegar vita það að við stöndum öll þétt við bakið á þeim í þessum aðstæðum. Góða helgi.